Sjáðu kaffi í nýju ljósi. Kaffi getur verið skemmtilegt. Kaffi getur verið list. Kaffi getur verið hrein snilld. Hilkin halda kaffinu fersku og bragðmiklu frá pökkun í bollan þinn. Nescafé Dolce Gusto. Coffee is not just black. Matur og menning í boði Netto. Komið sæl og blessu og verið velkomin í mat og menningu. Í leit okkar að einfaldri matagerð þá segja menn að það sé fátt einfaldara heldur en að elda bláskel. Ég trúi nú ekki alveg, en þau segja að eina sem að þarf pakki af bláskel, hvítlauksmjör og snittubrauð. Og til að komast að því hvort þetta sé satt, þá ætlum við að skella okkur á sjóinn. Well, it would've been, could've been worse than you would ever know. On the dashboard melted, but we still have the radio. Oh, it should've been, could've been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere, well, it sounds like some place I'd like to go. Þá erum við komin hérna út á sjó og bara erum byrjaðir að veiða sjálfan kræklinginn. Hvort kallar þú þetta krækling eða bláskel? Við kallum þetta bláskel. Já. Getur þú útskýrt fyrir okkur hvar við erum, svona fyrir þá sem hafa áhuga á landafræði? Já, við erum á svokallari Reitsvík, sem hérna undan Hámundastöðum. Þetta Hámundastaðahálsinn og Dalvík rétt fyrir utan. Já. Og Hrísey hann Hrísey beint á móti okkur. Já. Þannig að við erum hér bara inn á Eyjafirðinum. Þú ætlar að kenna mér hversu auðvelt það að sjóða bláskel. Já. Þægilegast að nota tilbúið svona lítið hvítlauksmjör sem þú fær bara í búð. Já. Og þú bara byrjar að setja það í pottinn. Bræðum það. Það mjög gott að potturinn sé vel heitur. Já. Vegna þess að Þess eru búin að kveikja hérna á prímusnum. Já. Ef sko potturinn vel heitur, þá skelin sko fljótar að eldast. Já. En hvernig gengur að koma bláskelinni onni í Íslendinga? Staðreyndin svo að Íslendingar eru svona hálfhræddir við þetta. Já, hvers vegna það? Já, það góð spurning. Það ekki bara, þetta eitthvað nýtt og eitthvað sem menn þekki ekki. Þetta hefur ekkert verið nýtt hér nema bara á örfáum hérna stöðum á landinu. Ég sá nú bara inn í búð að þetta alls ekki dýrt. Nei, alls ekki. Ha. Ég meina, þú færð kíló af kræklingi út úr búð fyrir innan 1.500 krónur. Já. Og það, sko... Forréttur fyrir 4, malti fyrir 2? Já, forréttur fyrir 3 til 4, svona eftir hvað menn taka mikið til sín. Já. Kannski ekki fyrir okkur, en svona fyrir venjulegt fólk. Þú setur hann í pottinn og þú bara síður hana þangað til hún opnast, á hann til. Ok. Á ég hendi út í núna eða? Já, kannski bíða. Þess að fá þetta hérna til að brána betur. Og náttúrulega ef við náum almennum hita hérna á prímusuna, þá þetta bara hvað, 3 mínútna, 4 mínútna eldun? Já, 4-5 mínútur sko. Og svo það annað að það sjór í henni sem hún sko, þegar hún tekin upp úr sjónum að þá lokar hún sér og þá með eins mikið að sjó í sér eins og hún getur og það sá sjór sem hún lifir í rauninni á. Og það líka sá sjór sem kemur úr henni við eldunina, hann býr til alveg fyrirlega gott soð. Já. Þannig að þó þú sért ekki að bæta neinu kryddi öðru en hvítlauknum eða neinu slíku í, þá verður til alveg rosalega gott soð sem er frábært að hafa með þessu. Herri, jæja, farðu nú bara tínut upp í. Ok. Hún svona lokuð og það bendir nú til þess að hún sé í fínu standi, sko. Síðan bara látum hann eldast og býðum bara eftir því að hún opnast. Það er mjög gott einmitt að hafa svona glerlokk, vegna þess að þá getur þú fylgst betur með henni. Kristi kannski upp í henni svona einu sinni tvisvar. Og svo það þannig að ef hún ekki opnast, þá hún dauð. Og þá skel borðar ekki. Hvað segirðu, hvernig lítur þetta út núna? Heyrðu, nú held ég þetta sé bara allt að koma. Hérna sjáum við hana bara, búin að opna sig og jafnvel, nú vil ég bara slökka undir þessu. Opin þýðir að sama útskrifuð? Já, það því það. Já, hún alveg, eins og ég segi, nú bara vitum við hérna sauðirnir
Já. á hún tilbúið. Svo reynum við að komast hjá því að slasa okkur hérna. Já. Og þá fáum við gunna. Nú náum við okkur í sóð. Já. Og þetta er bara sósan. Þetta er sósan. Þannig að þetta er bara klárt. Þetta er klárt. Heyrðu, þetta er hérna, þetta er svokallegur veisluborðstokkur. Já, glæsilegt. Þetta er nú glæsilegt. Ég fór nú í ÁTVR og spurði hvort það ætti eitthvað með sko bláskil sem Já. hendaði út á rúmsjó. Já. Og þau meldum við hérna Del Diablo. Heyrðu, svo hérna sneiði maður bara niður hérna snittubrauð Já. til þess að dýfa í sóðið. Þá er það bara komið. Þú eru að kenna mér að borða þetta. Já, þá finnur þér, það detta nú svona einn og einn biti alltaf úr. Þannig að þú finnur þér eina svona sem er tóm. Já. Þessi er ekki alveg tómur þetta, en næstu í. Eða bara... Þannig að, það er inn bara. Og svona, veist, svona eins og... Nóttir eins og prjóna. Já, bara tökum við þessu eins og prjónunum, sko. Svo bara tekur þú, sem sagt, skilina, opnar hana, tekur bitan úr og rífur þetta í þig. Með við einfaldleika og það besta máltíð sem ég smaka. Já. Aha. Herðu, nú ætlum við að kveðja ykkur hérna af rúmsjó og við ætlum að sjá hvernig hann Stefán á 3 frökkum veldar bláskil. Já, og fleira. Það erum við komin hérna í eldhúsi á 3 frökkum og við ætlum að vera með 3 rétta í dag. Við ætlum að vera með krækling, við ætlum að vera með rauðsprettu, lax og svo eplaböku. Og það eru 3 kokkar sem ætla að elda þessa 3 rétti fyrir okkur hér á 3 frökkum. Jæja, geturðu sagt okkur hvað við erum að fara út í núna? Nú erum við að fara í krækling frá Vatnsleysuströnd. Byrjum á því að bræða smjör í potti. Þetta er íslensk smjör sem við ætlum að nota? Þetta er alíslenskt smjör sem ég nota hérna. Síðan notum við hérna fínsaksaðan lauk. Já. Svissum hann aðeins svona onni. Síðan hendum við kræklingum onni. Hvað kemur þessi kræklingur? Það kemur úr Vatnsleysuströnd. Já. Veitir hann sjálfur? Nei, það gerir þið nú ekki. En hérna erum við með hvítvín. Síðan lókum við bara. Látum þetta sjóða. Og þetta er ekkert flóknara en svona? Nei. Og hvað hefur þetta svo lengi ofan í pottinum? Þetta er svona cirka 2 mínútur. Þá er þetta klárt? Já. Síðan veiðum við þetta upp úr. Já, og síðan gleymdi ég smá hvítlauki hérna líka. Já, bæti honum við. Herðu, hver eru nú svona reglunar með krækling? Þetta er tiltölulega viðkvæmur matur. Já, hann er mjög viðkvæmur. Sko, þegar við erum að tala um að tína krækling eins og fjörunni bara, að það er venjulegt fólk hver og kannski vinnustæðir eða eitthvað, fara með hvítvín og prímus og bót. Já. Og þá er í gamla dag að tala um það að það yrði að vera R í mánuðum. Janúar, febrúar, mars, apríl. Þessir heitu mánuðir sem eru júní, júlí, ágúst, eru raun og veru sko, voru off limit sko, bannaðir í gamla dag að tína. Já. En svona það núna með bætteri sko, rannsóknum að gera þá er nú yfirleitt tekið nú vara við þegar er svoleið sko. Já. En það er ágætt að fylgja þessari reglu en það gerir þetta í fyrsta skipti? Mjög gott að fylgja þessari reglu og vera viðbúin sko, það er búið að vera fjarundan, það verður sólarnan daginn, það verður ekki að tína þann sem er þurr og hún að vera í hita sko. Svo er annað, þegar þú eru búin að sjóða krækling, þann sem opnast ekki, hann er dauður, það var ekki borðað hann. Alls ekki borðað hann sem er lokaður, borðað bara hann sem opnast. Því við erum bara að borða lifandi krækling sem að lendir í okkur. Þetta virðist vera nokkuð einfalt hérna hjá honum, hann er bara með lauk, smjör. Einfaldleikin er ofta besti og það sem skilar sér best bragðið. Þú átt að finna svona eins og sért ofan í fjöru, finna pínu sjávarbragð af þessu, það er smá sjór í þessu, það seltuna. Þannig að einfaldleikin í þessu er oft bestur. Og svo viltu hérna bragðbæta hann aftur með smjör eftir? Já, mýkjum við aðeins sósuna og þykkjum við hann með smjöri. Ok, núna eru hvað 2 mínútur liðnar? Já, 2 mínútur. Setjum smjörið út í til að þykkja sósuna aðeins. Og svo hvítvíni og smjöri er í rauninni bara sósan? Já, og sem sagt vatnið sem kemur úr hérna kræklingnum.
við sítrónu með. Er það upp á skrauti að þurfum við sítrónubragð í þetta líka? Það er bara gott ef vill sítrónubragðið. Þá er það tilbúið til að fara fram. Jæja, kannski að byrja bara að ræða svona almennt söngleiki. Svona, hvað eru söngleiki, á hverju byggja þeir? Bara eins og leikhús, svona yfir höfuð, bara fjall lífið. Já. Við syngjum það svolítið líka. Já, sko að tala almennt söngleiki er einmitt svolítið eins og að tala almennt lífið, sko. Þeir geta alveg inniborið hvað sem er. Og það eru til allavega söngleikir. Flestir kannski hugsa svona stórar, litríkar og hressilegar og skemmtilegar sýningar og auðvitað eru margir söngleikir þannig en það er líka sem að svona tekur okkur út úr raunveruleikanum Já. Og svona er skemmtileg afþreying. Já. Það finnst söngleikir alltaf innihalda miklu meira drama heldur en venjuleg leikverk, er það misskilningur hjá mér eða? Eða kannski þessi þunga tónlist sem kemur oft inn á milli og svona undirtónar vel þegar dramatrýni að vera. Já, kannski það einmitt, sko. En ég var að hugsa þetta daginn, ég var að horfa á Downton Abbey og þá kemur svona, það er rosa dramatísk tónlist sem undirbýr mann, nema þau bara syngja ekki. Ég held að það hjálpi alltaf svolítið. Þess vegna er Downton Abbey virkar svona vel að þetta er söngleikur án söngs. Það gæti alveg verið, en það var til dæmis alveg frábær söngleikur ef hann er settur upp. Downton Abbey? Já, og í rauninni sko þetta, við erum bara alveg svo í öðrum leikritum og bara góðum sögum, þá að vera svona skyggnast inn í líf fólks, svona bara þeirra venjulega líf og allt það sem það getur komið fyrir mann í lífinu. En tónsmíðarnar í söngleikjum, eru það flóknari eða er þetta bara eins og að semja poplaga? Það getur verið það, sum af þessum lögum eru mjög flókin og svona ekki eins aðgengileg, en þá getur það líka bara verið svolítið challenging fyrir hlustandan að fara í gegnum því að það er svo mikil saga oft sem gerist í einu lagi. Þannig að áhorfandinn þarf að leggja vel við hlustar, sko, að hlusta eftir orðunum. You make me think of a man from years ago, a man who broke his throne. Og þið eru að fara út í nokkurs konar best of söngleikir eða hvað kallir þetta? Kannski, já, einhvers konar. Ef lífið væri söngleikur, þetta er tónleikaröðin. Við erum búin að vera með hana í salnum í Kópavogi í vetur og þar erum við með þema sko fyrir hverja tónleika. Við komum bara einu sinni norður í Hof. En verðum með tvenna tónleika? Verðum með tvenna tónleika. Já, þar ætlum við að flytja svona rjóman af því sem við höfum verið með á þessum kvöldtónleikum okkar í salnum. En ætlum síðan líka að ríða á vaðið með nýja tónleika sem eru fyrir börn og fjölskyldur og þar tökum við músík úr barnasöngleikjum. Já. Og er það að flokka þetta eitthvað niður eftir söngleikjum? Já, það er bara, við urðum einhvern veginn að finna sko 20 laga prógram, annars hefði getið verið með 65 laga prógram, en það er kannski aðeins of langt. Það þurfti svolítið mörg hlé, en þá ákveðum við að setja niður svona þema, bara til þess að njörfa niður lögin sem okkur langaði að flytja. Þá er það kannski pínulítið svona aðgengilega fyrir fólk, það veit aðeins meira hvað það gengur með hverja tónleika. Og ekki síst bara auðveldara fyrir okkur af því að við settumst niður og byrjuðum að kasta boltanum á milli okkar snemsumars og við vorum komin með svona 100 lög á lista áður en við vissum af. Þannig við vissum, jæja, við þurfum pínulítið að finna leiðir til að geta grisjað þennan lista. En nú erum við komin með svona dálítið góðan stapa af músík sem við höfum unnið og flutt nú þegar og eins og ég segi, þá ætlum við að taka svona alveg rjóman, það sem hefur fengið bestu viðbröðin og það sem okkur finnst skemmtilegast að flytja, svona algjörar perlur sem við ætlum að flytja þannig í Hófi. Hvað erum við að fá að heyra í þessari röðu sem þið eru að fara í núna? Það er allavega úr ýmsum áttum. Kabarett og Vesalingunum. Óperudraugnum. Já. Ég held Oklahoma, gæti alveg verið þannig. Sound of Music og My Fair Lady, Rent, hvað meira? Kannski úr svona nýrri, Cats kannski. Það er til svona mikið að frábæra söngleikjum. Já. Man alltaf svona 1, 2, 3. Já. Verði ekki náttúrulega allir syngjandi með á þessum tónleikum? Er ekki alltaf einhver sem að... Það verða minnst 2-3 númer sem að fólk á eftir að syngja með. Já. Það er bara æðislegt. Svona klassísk lög, sko. Og þau eru klassísk af því að bara, þetta eru falleg lög, það eru góði textar og bara sagan heillar fólk. Og þið ætlaðu í Hófi 1. febrúar? Nei,
Salnum 1. febrúar. Salnum 1. febrúar. Við verðum í Hofi 15. Föstaskvöldi 15. með fullorins og svo 16. klukkan 2 held ég. Já, klukkan 2. Já, upplýsingarnar eru inn á netinu allavega. Já, og svo eitthvað meira framöndan eða? Já, svo erum við aftur 12. apríl í salnum. Já, og svo hefur við eftir að koma eflaust aftur suður með þessa barnatónleika okkar en eins og ég segi, við ætlum að frumflytja þá á Akureyri og vonandi ganga þeir vel. Þeir verða aðeins svona styttri heldur en fullorðinsprógrammið. Já, fullorðinsprógrammið. Bara svona léttari stemningu. Já, þannig að þið eru svolítið að gera í salnum og í Hofi fram að sumri eiginlega og svo kannski eitthvað meira eftir það. Já, svo. Bara rétt að verja, sko. Svo bara túrinn í sumar. Svo túrinn í sumar. Ótal hugmyndir, sko. Við byrjum á því að klára þetta og svo aldrei að vita hverju við tökum upp á. Herra, glæsilegt, takk fyrir spjalli og gangi vel. Takk fyrir. Takk.